Í dæmi 19 erum við með margföldun almennra brota en inn í þessu dæmi er þessi deiling hérna. Það margborgar sig í svona dæmum að klára hérna og klára hérna fyrst. Þannig við skulum gera það. Ég ætla svo bara að frumþátta á eftir. Þannig að það sem við byrjum á að gera erum að margfalda hér, ætla svo að margfalda hér og margfalda hér. Þannig að hérna myndum við fá 6 15. Deilt með 2 20. Og næsta skrefið mitt er að skrifa þetta upp á annan hátt. Þetta deilingarstrik getur alveg verið svona deiling eða svona, það fer eftir í hvað er notið. Þannig að ef ég skrifa þetta upp þannig, þá mun þetta líta svona út. 6 15. Deilt með 2 20. Og eins og áður, þegar að deiling kemur fram í svona reikningi, þá ætlum við að breyta henni í margföldun og snúa brotinu við sem kemur þar á eftir. Það mun þá líta svona út. Þetta verður bara óbreytt. Sinnum 20. Aðrir. Og núna ætla ég að leyfa mér að frumþátta aðeins. 6-an mín, hún verður 2 sinnum 3. 20 verður 2 sinnum 2 sinnum 5. 15 verður 3 sinnum 5. Og tvisturinn verður bara tvistur. Svona. Nú erum við búin að frumþótta allar þessar tölur. Þetta auðveldar manni dálítið. Þannig að nú get ég fara að strika út það sem er mögulega eins. Ég er með tvist og tvist, þrist, þrist og 5 og 5. Og þið verðið líka að muna að þó ég hef verið að stytta þetta allt út, þá erum við alltaf að stytta út þannig að við sjáum að þótt ég stytti út hérna 5 á móti 5. Við vitum sem að þessi útkoma er 1. Þannig að þegar ég er að stytta út, þá er ég alltaf að breyta þessu svona. Þannig að þetta er í raun aldrei að hverfa. Ég bara bendi ykkur á það núna af því að ég sé að ég er búinn að strika út allar töluna sem er þarna undir. Ok, við skulum þá skrifa þetta eins og þetta kæmi fram. Það sem er eftir. Uppi er fjarki. 2 sinnum 2 eru 4. Og undir ætti að vera 1. Skiptir engu máli núna af því að þegar er 1 undir, þá verður bara heila talan upp á strikinu eftir. Þannig að þetta er okkar lokasvar.